Mér langar að byrja þáttinn í dag á að þakka ykkur hlustendur góðir fyrir frábæra viðtökur. Við erum himinlifandi með viðtökurnar og hlökkum mikið til að gefa út fleiri þætti fulla fjármála fróðleik. Eins og við vitið þá eru þættirnir ekki framleiddir í gróðaskyni heldur eingöngu til þess að opna umræðunum fjármál og reyna að auka fjármála læsi og því er æðislegt að sjá hversu margir að hlusta. Takk fyrir. En við höldum áfram að leita peningunum og þema þáttarins í dag eru peningar og sambönd. Viðmælandi minn þekkir þann málaflokk nokkuð vel, það er hann Jóhannes Árnason lögmaður og hann rekur ásamt öðrum lögmönnum síðurnar kaupmáli.is og erðaskrá.is. Þekkir því vel til þeirra flóknu mála sem geta komið upp við skilnað, sambúðarslit og svo framvegis. Vertu velkominn. Takk að þið fyrir. Sko, nú las ég daginn að tæp 40% íslenskara hjónabanda enda með skilnaði. Þetta er rétt hjá mér, eða ekki? Jú, það getur vel verið. Já, ok. Hljóma líklegt. Já, þetta er rosalega há tala. Það lítur að vera nóg að gera hjá okkur bara í svona málum. Já, sko, það er nú þannig að í langflestum tilfellum að þá semur fólk nú bara sín mál þegar þau skilja. Já. Þannig að sko, það sé nú ekkert ægilega mikið að gera á lögmönnum í þessu, en jú, það er náttúrulega sko alltaf reglulega sko flókin mál sem að koma upp og ef það er mikið margar eignir kannski eða rekstur, fyrirtækjarekstur og börn og svo framvegis. Þannig að jú, oft þarf að leita aðstoða til þess að leysa úr málum. Einmitt. Já, svona eins og sé ekki nógu leiðilegt að skilja þá var fólk líka að fara að skipta eignum. Já, sko, það er nú þannig að sko til þess að geta klárað lögskilnað í hjónabandi þá þarf að fara til sýslumanns og það þarf að skila svo kallum samningi skilnaðarkjör. Já. Það sem að hjón sem eru að ætla að skilja þurfa að ganga frá sínum málum og það er ekki hægt að klára þessi lögskilnað án þess að vera búin að ganga frá fjármálum. Akkurat. Þá skulum við, sko, ég er með fullt af spurningu fyrir þig. Já. Og kannski byrjum bara, hvað myndirðu segja að veri mikilvægast að hafa í huga í fjármálum þegar fólk er að við sambúð? Sko, það er náttúrulega, fólk hefur sambúð á mismunandi tíma og æviskeiði sínu. Já. Þannig að þú veist, þetta getur verið ungt fólk, þetta getur verið miðaldra fólk og náttúrulega eldra fólk. Já. Þetta getur verið fyrsta sambúð, önnur sambúð og svo framvegis. Þannig að það er náttúrulega alltaf mismunandi þarfir í hvert og eitt skipti. Ef við myndum vera að horfa kannski til svona kannski fyrstu sambúðar, við gerum ráð fyrir að fólk hafi lært eitthvað af reynslinni, að þá er þetta náttúrulega þannig að þegar að kemur að svona sambúða að fólk á náttúrulega bara það sem það kemur með inn í sambúð. Akkurat. Og það eru engar réttarreglur það hvernig fer með málefni einstaklinga sem að slíta sambúð. Þó með þeirri undantekningu að í lögum skipti á dánarbúum er kveðið á það að eigi fólk saman barn sem hefur verið í sambúð og eða hefur verið í meira en 2 ár saman í sambúð og þá er hægt að fara fram á opinber skipti á fjármálum. Já, útskýru þetta aðeins býtu fyrir mér. Já, þetta er náttúrulega þetta er sko gömul lög frá síðustu öld í 2001 og þetta er sko svona eiginlega framhjáhlaupsregla sem að er sett vegna þess að á sínu tíma eru þessi lög náttúrulega bara sko skipt á dánarbúum. Þetta eru lög sem eru sett þegar að til þess að kannski leysa úr alda sko á sko já sko reynslu aldra sko margra alda. Já. Það hvað gerist þegar að þarf að leysa úr dánarbúum og málið sem þar komu upp og eru svona skiptalög og þegar að fólk fellur frá þá er það algengast að
það sé svo kvöldu engaskipti og svo er þetta að fara fram á opinberskipti og í kaflanum opinberskipti í þessum lögum er sem sagt búið að bæta þessu ákvæði bættin og það sem það felur raunverulega í sér í stuttumáli er það að þegar að fólk er búið að vera í sambúð og kannski einhverja eignir myndast sem að fólk fer búið saman í 5-10 ári eitthvað svoleiðis, þá er hægt að fara fram opinberskipti vegna þess að það kann að vera að í upphafi sambúðarinnar hafi til dæmis annar aðilinn verið skráður eigandi að fasteign, segjum það, 100% skráður eigandi, en á tímabilinu hafi orðið mikil hækkun á íbúðaverðinu og mögulega hefur síðan sá aðili sem ekki er skráður eigandi fasteignarinnar lagt eitthvað til í eigna myndun á tímabilinu, segjum að það sé farið í endurbætur á húsnæðinu, nýtt parkett, nýtt eldhús eða þegar einhver hefur borgað af lánunum, það er greitt inn á lánin og svoleiðis, að þá getur verið mismunur á þinglistum eignarheimildum, þar segja ef að annar aðilinn er skráður 100% eigandi en hinn hefur kannski segjum að hafi verið 80% lán og þetta hefur verið 20 miljónir króna eign, þá er 4 miljónir sem hefur verið þá í eign í fasteigninni og svo 10 ára setna þá skilur fólk og lánið kannski 20 miljónir en eignin er 40 miljónir. Og þá það kannski að kafa í það hver eiginlega rétt á þessari eignamyndun. Nú algengast er að þannig að fólk bara semur þetta og er bara sanngjarnt sín á milli og nær einhverju góðu niðurstöðu, en það er ekki alltaf þannig og þá komum við lögmæðin til sögunar. Akkurat, þá komum við og bjargi málunum. Já, og kannski út frá þessari heimild þarf að skoða þessa svari við þessari spurningu sem þú spurði, hvað skal hafa í huga. Þetta er raun og veru eina leiðin, lagalega leiðin sem þú getur farið í enda sambúðurnar og við segjum í upphafi skuli endin skoða að þá er ekki hægt að undirbúa sér einn annan hátt heldur en að gera mögulega það sem að menn kalla sambúðarsamning eða eitthvað slíkt. En það er þá samningu sem myndi gilda á einkaréttarlegu sviði en kannski fyrst og fremst myndi ég halda að væri einhver þá stjórnarskrá sem fólk getur þá litið tilbaka á einhverju tímapunkti. En er það ekki það er ekki algengt að fólk sé að gera þetta sérstaklega kannski fyrstu sambúð? Nei, auðvitað ekki, fyrstu sambúð. Myndirðu mæla með þessu að fólk myndi almennt gera þetta því að oft er það þannig að fólk fer í samband og það er 100% traust á milli aðila, svo kannski kemur eitthvað upp á og maður allt í einu fer að sjá hina hliðin af manneskjunni eða öfugt, þú veist, það getur komið fyrir og þá... Akkurat, það er náttúrulega kannski ef að engar eignir eru til staðar þegar þú byrjar að búa þá er náttúrulega ekki þörf á því að pæla eitthvað mikið í þessu. Þannig að þess að kannski þá er þetta mjög auðvelt að segja að svo eignasköpun sem verður á tímabilinu sé bara 50-50. Hins vegar er það oft þannig að þeir sem þegar fólk er að hefja sambúð að annar aðilinn hefur kannski tæmst arfur eða fengið aðstoð frá foreldrum til þess að kaupa fasteign eða er eldri og kannski búin að skapa sér eitthvað svigrúm og annað slíkt og þá er hægt að þú veist ef fólk að leggja saman í það þá vegferð að eignast eitthvað kaupa eign eða eitthvað sliðis að þá er hægt að semja slíkt, segjum aftur sem dæmi að út af einhverjum ástæðum þá kann þetta vera það vera þannig að aftur segjum 20 miljónir króna íbúð og það er 80% lán á henni, 4 miljónir í eigið fé og þá segir við ok, það er þá 20% af eigninni sem að ég á og hinn aðilinn á þá ekkert og segjum að þau ætli eins og vera að splitta öllum kostnaði 50-50 og þau gera ekkert við eignina annað heldur en þetta þá er náttúrulega hægt að segja sér svo ég ætla ekki að ég vil ekki missa það sem ég hef lagt inn í eignina mér er líka sanngjarnt að þú fáir eitthvað með því að búa og borga á móti mér og við erum saman í þessu að þá bara gerum við samning það að komið til þess að við slítum samvistum ekkert þá eigi ég 20% í eigninni og svo
splittu við restinni 50-50. Þetta náttúrulega eitthvað sem þú verður að gera fyrirfram og verður ofta eftir því sem að sambúðin lengri þá getur skilnaðurinn orðið flóknari hvað þetta varðar. Já. Og ef að skilnaðurinn kemur síðan upp út af kannski einhverjum svona trúnaðarbresti eða eitthvað svoleiðis, það illt á milli fólks. Já. Að þá lendir fólk oft í öngstreiti með það hvernig það á að gera upp hlutina og sá sem ekki skráður eigandi eignarinnar hann ber þá raunverulega hallan að því. Akkurat, þetta var einmitt næsta spurning var þetta hvort það sé ekki bara séreign hvers og eins í sambúð sem þau komið inn, þeir taka það út en eins og til dæmis núna segjum þetta par sem að annar aðalinn búin að vera heima með barnið í einhver tíma, hinn búin að vera úti að vinna og leggur fyrir peningin á sparnaðarreikningin sinn svo kemur að því að þau eru kannski búin að vera að safna pening einhvern x langan tíma þau hætta saman hvað hægt að gera, þú veist væntanlega kemur það oft fyrir að annar aðilinn og honum líði eins og hann verði undir í fjármálunum og sé hlunnfarinn þetta þá bara ráði við þessu að búa til einhvers konar samning eins og þú segir. Já, eins og ég segi, ef það eitthvað til að semja þá þetta að setja niður á blað og það ekkert lögfræðingi sjálfur sér til þess að aðstoða eitt við það, ég meina það er bara Jón og Gunna hafa ákveðið að hefja sambúð, Jón á þetta og Gunna á þetta og komið til þess að þau slítið samvistum einhvern tímann síðar þá, þú veist, ætlum við að leggja þetta til grundvallar þess hvernig eignum verður skipt einmitt auðvitað það kemur aftur að því að þarfir kannski nútímans eru þannig að því þú nefndir að í upphafi að 40% hjónabanda endi með skilnaði það náttúrulega í raun og veru miklu hærra vegna þess að algengasta sambúðaformi í dag bara að fólk sé í óvíðri sambúð og þar fólk að skilja hægri vinstri og þannig að ef þú tæki það inn við segjum bara lengur, þú veist, sambúð sem var lengur en, þú veist, 5 ár eða 10 ár jafnvel að þá væri raunverulega hjóna þá væri náttúrulega þessi tala miklu hærri og það kemur náttúrulega að því að löggjafinn muni setja einhverja reglur þetta og en raunverulega einu réttar áhrifin sem þú færið að þið verið í sambúð, þú getur talið saman til skatts og þannig að þú veist þá skráir fólk sér saman í sambúð en nú mér spurningu, betra að vera skráður í sambúð eða vera giftur? Já, það fylgja því ákveðin réttindi og skyldur að ganga í hjónaband og það veldur náttúrulega á ýmsu en hjónabandi fylgir því náttúrulega að það framfærslu skylda á milli aðila og það náttúrulega ef við orðum að kannski ykkur litið á þannig að löggjafinn vill náttúrulega íta fólki til þess að vera í hjónabandi og það þykir það þykir líka til einhvers unnis að ef þú lítur á lögum hjúskap að þú þarft að byrja því að sækjum skilnað að borða sæng og láta 6 mánuði líða og sækja svona ráðgjöf og reyna að tjasla þess eitthvað saman einmitt og svona nokkra vörður settar í veginn fyrir því að fólki er auðvelt með að skilja. Já, þegar þú ert giftur. Ef þú ert í hjónabandi og eða í staðfyrst í sambúð. Já. En á móti kemur og þá er náttúrulega þá er ýmsar ýmis réttindi, til dæmis þá erfir fólk hvort annað og þannig að þú veist fólk sem er í sambúð og á börn saman að það erfir ekki maka sinn nema þá sé sérstaklega búið að taka það fram í erfðaskrá. Akkurat. En hins vegar samkvæmt erfðalögum að þá erfir maki 1/3 af eignum magasins Já. og
já, þannig að það er til mikils að vinna að vera kvæntur sko, og vera, eða vera gift sko, vera hjónabandi. Já, það er alveg klárlega. En ræðum þá eins kaupmála. Sko, mér langar bara svolítið mikið að vita, það er hérna síðan kaupmáli.is, ég er aðeins búin að skoða hana. Sko, hvernig virka þeir fyrir sig? Hvað hérna, er mjög algengt að fólk geri kaupmála? Nei, það er í raun og veru ekki algengt sko. Nei. En þó svona alltaf nokkuð það. Já. Getur sagt það. En sko kaupmáli, það er raun og veru það sama eins og með hérna sambúðina, og fólk er sko líklega til að gera kaupmála í sínu seinni stigum lífsins, heldur en þegar það er yngra, og það er aftur sama með kaupmála að það er kannski ekki til eins unnið að gera kaupmála ef það eru engar eignir sko. En sko kaupmáli er ekki hægt að gera milli sambúðarfólks, það er aðeins hægt að gera það við milli hjónaefna eða milli hjónaefna trúlofað fólk þá. Nei, það er þá þú getur gert kaupmálana áður en þú giftir þig, það er að segja við A og B sem hyggjumst ganga í hjónaband þann, þú veist, 1. nóvember næstkomandi. Akkurat. Gerum hér með þennan kaupmála og kaupmáli virka þannig að það er hægt að kveða á sko við það að ganga í hjónaband þá verða allar eignir að hjúskapareign. Akkurat. Og þegar að fólk skilur að þá er hjúskapareigninni skipt á milli aðila. Og hins vegar er hægt að kveða á það og aðeins með kaupmála, það er bara hægt að gera það með kaupmála, að tiltekin eign sé séreign viðkomandi einstaklings í hjónabandinu. Og komið þá til skilnaðar að þá seinna meir að þá dettur þessi séreign ekki inn í sko inn í skilnaðir, það fellur úr raunverulega fyrir utan. Og þetta er að gera fólk sko upprunalega þá er þetta að hugsa sko raunverulega tvær ástæður fyrir þessu, þannig að fyrsta lagi ef annar aðilinn er mun eigna meiri en hinn. Akkurat. Og þá er þetta að kveða á það að það er eignir einhverja tilteknar eða allar sem að hann kemur inn í búið séreign hans eða hennar. Og svo hitt er að það kann að vera að sé einhverja sérstakar möblur eða málverki sem var alltaf inn í stofu og ömmu eða bollastellið sem að máastellið eða eitthvað svona sko. Þetta getur verið bara raun og veru allt. Já, í sjálfu sér. Allt sem að er hægt að flokkundi sem einhverjar eignir. Já, allt sem að hefur einhver verðmæti sem er einhver verðmæti og hægt að skilgreina sko, er hægt að hafa sem séreign sko. Ok, hvort sem það séu sko persónuleg verðmæti eða hvort sem það séu peninga. Já, einmitt. En það er sko séreign samkvæmt kaupmála sko. En síðan er náttúrulega sko, til þess að geta gert kaupmála þá þarftu að vera í hjónabandi eða vera gangi í hjónaband og það þarf að setja ákveðin formskilyrði og þarna það er gott að leita aðstoðar hjá lögmanni til þess að klára þetta. Það er þá ekki nauðsynlegt, þú getur lesið þetta í lögum, hjúskapalögum og gert það sjálfur en þetta er nú ekki, þú veist, það er nú ekki mikill kostnaður svona yfirleitt og því að það eru svona ströng formskilyrði það hvernig kaupmáli er gerður og það þarf að fara með hann til sýslumanns og það þarf að láta skráan í kaupmálabók þar og þannig að hann haldi gildi sínu því að öfugt eins og við erfðaskrár það þarf ekki að fara með hann til sýslumanns það má þannig að erfðaskrá heldur gildi sínu sko, ákveðnum formskiljum uppfylltum, það er að segja þessu 2 vottar að henni og nýjasta erfðaskrá hverju sinni, hún gildir sko, þannig að það getur verið með 6 erfðaskrár í skúfunni sko, en svo sem er nýjust, hún gildir sko. En kaupmáli, sko, hann heldur ekki gildi sínu vegna nema hann sé búin að það sé búið að fara með til sýslumanns og hann sé skráðu þar í kaupmálabókum. Já. Og þetta er svona aðal sko hugmyndin þar held ég sko að baki er vegna þess að löggjöfin er pæla í skuldheimtumönnum og náttúrulega ein leið líka til þess að koma skikkan og fjármál hjóna
þar sem að kannski annar aðilinn er segjum hann sé eignalaus og hinn eigi þó nokkra eignir og hafi ekki áhuga á því að kröfuhafar þessa hins aðilans komist í sínar eignir þóttu gangi í hjónaband, að þá hægt að kveða það í sko kaupmála að tiltekar eignir áður gangi í hjónaband séu þá séreign þess aðila og þá komast kröfuhafar ekki í eignirnar sko. Einmitt. Nú líka með að spyrja sko, er það ekki algengt að annar aðilinn í sambandinu, það sé hjónaband eða sambúð að hann sjáu alfarið fjármálin? Jú, það er svona náttúrulega allur gangur af því, en það er náttúrulega bara eins og hlutverka skiptingin á heimilinu, þú veist, er bara, það er einhver sem að sér það að þrýfa bílinn og einhver sem að sér það að borga lánunum og einhver sem að þú veist, þrýfa gluggana og svo framvegis. Jú, það er nú oft þannig að einhver sjá fjármálin, en þó er það þannig að sko megi reglan í dag er þannig að sko fjárhagur hjóna er sko aðskilin í sjálfu sér. Já, þannig að þú veist sko segjum sem dæmi sko þá er ákveðin kvöðu á því hvað hjón geta ráðstafað sínum eignum og til dæmis þær eignir sem eru notaðar í hjúskapnum eins og heimili og imbú og svo framvegis, að það má ekki ráðstafa þeim að þess að fá samþykki makans. Þannig að jafnvel þótt að sko annar aðilinn sjá fjármálin og getur hann ekki veðsett fasteignina nema að fá samþykki maka og þannig að og laun sko bankakerfin og reiknistofa bankarinn og til og með byggt upp þannig að þú getur ekki verið með sameiginlegan bankareikning. Það er ekki hægt sko, en hins vegar er það þannig að þú getur verið með sko, þú getur verið umboðsaðili, þú getur fengið heimild til þess að hinn hafi fæ þá umboð til þess að og þá er hægt að sjá alla reikninga inn á sínum heimabanka þá væntanlega frá hinum aðilunum. Nei. Er ekki hægt að biðja það? Nei, ekki allavega svo ég viti, en sko hins vegar er það þannig að þið getur haft sko sameiginlegan bankareikning í því skilningi að báðir hafi heimild til þess að nota hann, en annar aðilinn á hann alltaf sko. Já. Þannig að sko það er sko og hvor aðilinn sig í hjónabandi hefur rétt á því að ráðstafa sínu fé og sjálfsafli fé eins og það vill í sjálfu sér. Akkurat. En það er aftur á móti þessi framfærsluskylda líka, þannig að fólki ber að sjá fyrir hvort öðru ef því er að skipta, en sko fjármáli með þetta eru í sjálfu sér, hvað erum við að tala þetta er afborgun af lánunum, það er bíl og hús og mögulega kannski eitthvað sumumbústaður, eitthvað slíkt sko, fasteignagjöld og tryggingar svona í almennu hjónabandi, en það sem að maður hefur kannski mest tekið eftir og kannski þú veist er verðt að nefna í þessu tilviki að það vill oft vera þannig að annar aðilinn hafi bara ekki sko svo missir svolítið sjálfstraust í sko fjármálum, þegar kemur að fjármálum, að því að hann veit ekkit hvað er að gera það er annar aðilinn til dæmis eins og ég held að ég fær nú rétt með að fasteignagjöld eru send á þann sem er eldri sko, heimabankan sem eldri er einhverju þetta vegna sko, því að ef þið fasteign 50-50 þá fær sá sem er eldri greiðsluseðlinni fyrir það sko. Og þetta eru svona þessi hlutir, þannig að þú veist það getur oft verið sko ansið snúið að sko hafa yfirsýn yfir fjármál í hjónabandi. Þetta undirstrikar það þá bara að það þurfa allir að vera með gott fjármálalæsi. Já, heldur betur sko og líka sko það þarf að vera svolítið opinn sko, þú veist, fólk þarf að vera opinn með þetta í hjónabandinu og þú ættu eiginlega helst eins og bara í sambúð líka, fólk þarf að vera svolítið sko meðvitað hvað kostar, þú veist, hver er kostnaðurinn, hvað þarf að eiga og allt þetta. Þetta er góður punktur að vera sko eiga þessi samskipti, tala fjármálin sín.
Já, og líka sko, þú veist, allt kostar þetta, þú veist, það eru alltaf einhverjir, sko, hvaða liðir er þetta sem maður gleymir persónulega alltaf, skilju, það er þú veist, þú ert að plana árið, sko, gleymir alltaf börnin í íþróttum, sko, ok, svo gleymdur við líka þegar hljóðfæri, það var annar 60 skall, sko. Akkurat. Og svo náttúrulega gleymdur við að þau var á námskeið við sumatíman, sko, þú veist, og það er alltaf einhverju svona þættir sem að detta. Einmitt, en það er til lausn við þessu, það er að vera með heimilisbókhald. Já, það er til dæmis rosalega sniðulaust. Það getur bara fært þetta allt inn og báðir aðilar hafa aðgangað skjalinu. Já, og geta séð mjög bara skýrt fyrir sig hvað þau eru að borga yfir árið og í allt þetta tómstundir, mat og allt þetta og hafa þetta svolítið skipulagt. Já, ekki bara hlutinni kosta það sem kosta og fólk verður að passa sig að því að vera ekki hrætt við það að horfast í augu við kostnaðinn, sko. Og það er það sem að stundu vill verða, sko, að fólk svona, sérstaklega við á Íslandi náttúrulega eru vön því að að geta tekið lán og þú veist, fresta greiðslunum og ekki pælt mikið í þessu, þegar maður langar í þetta núna og bara, 50 skall á mánuði í 4 ár, maður reddast og svona, sko. Þetta reddast. Og ég er heldur góð að sögu þetta frá vinur mínu sem flutti Sviss. Já. Hann dýrt land og var að möbla húsið og kemur inn í einhverja verslun og hann og hjóni voru búin að finna æðislegt sofasett, kostaði reynda 1 milljón. Já. Og hann var svona, það er svolítið mikið en svona, ok, spreðum í þetta og spyr afgreiðslumannin fyrir ekki einhver séns á að kannski frest, þú veist, dreifa greiðslunum. Já, hvað er það beila? Já, svona kannski bara 12 mánuði eitthvað leys. Já, ég ætla að fara bak við og spyrja, kemur aftur fram og já, hvað segir það er ekkert mál. Nú, ok, það er frábært, ok, glæsilegt, ég tek á sófan og hvenær get ég fengið hann? Hvenær get ég fengið? Bara eftir 12 mánuði. Einmitt. Þannig að þetta er svona munur á kultúr, sko. En þannig að þetta er svona... Æ, væri ekki bara fínt að þetta væri svona. Jú, að sjálfsögðu. Ég held það. Að sjálfsögðu, sko. Þetta er þú veist, þetta er þessi sko bara sko pæling, sko, þú veist, ef yfirdrátturinn fer niður í 1 milljón, sko, þá áttu sko 1 milljón, þannig til hann komin niður í mínus 1 milljón, sko. Svo, þú veist, ef hann farin niður í mínus 2 milljónir, þá áttu allt inn 1 milljón í viðbót, sko. Þetta er svona þessi hugsunarháttur sem allavega var í gangi þegar ég var í menntaskóla, sko. Já, ég tek rosa mikið eftir þessu í dag, sko, eins og til dæmis bara ungt fólk sérstaklega á Instagram, svona sem ég er að fylgjast með, er að kaupa sér nýja íbúð og það er allt keypt inn nýtt. Já. Og maður svona veldi fyrir sér, hvernig er þetta hægt? Svona, þú veist, þetta hlýtur að vera mikið bara á lánum og svo leiðis. Við erum kannski komin svolítið út fyrir hefnum, en þetta er alveg skemmtilegt að velta þessu fyrir sér. Ef við höldum aðeins áfram, sérðu oft fjármál vera orsök hjónaskilnaða? Já, alveg það er mjög algengt. Já. Og þetta er sko fjármál sko aftur kemur að því að sko eins og ég voru að ræða áðan að hjúskapareignin hún er þannig að hún er 50-50, fólk á helmingin í hjúskapareigninni og skuldheimtumenn geta ekki farið í nema þá það er eignir sem að þú átt í hjúskapareigninni, skilur en nema náttúrulega skatturinn. Hann getur náttúrulega farið kona ber ábyrgð, maki ber ábyrgð á maka sínum hvað skattinum. Já. Og það sem að vill oft gerast þegar að fólk er til dæmis í rekstri að þá kemur kannski ástandi eins og núna COVID tímabil sem að fer bara allt úr böndunum og það er erfitt að þú veist, þá er þetta oft sko svona margar eiginlega sko öldur, skilur, sem að skella á, sko. Fyrsta lagi byrjar á því að tekjurnar kannski minnka og það tekið eitthvað lán og tekjurnar halda áfram að minnka og eru ekki til staðar eins og núna
og fólk verið í rekstrinu kannski lendir í vandræðum, skulda værisaukaskatt eða einhverja svona rimlagjöld og allt í einu staðan búin að gjörbreytast bara á mjög stundum tíma. Og Ég er aðeins að toppa rimlagjöld. Já, rimlagjöld eru svo kvöldu gjöld sem þú getur farið bak við rimla fyrir að borga ekki. Já, ég skil þig núna. Það er það er virðisaukaskattur sem er lagður ofan á veitta þjónustu. Já. Og raunverulega eru menn að rukka það fyrir ríkið og að bera skila vaskinum. Þetta er svona kerfi sem þú getur síðan minka það að þú ætti að kaupa þjónustu með virðisaukaskatti en þetta er svona en í end of the day þá þú að borga virðisaukaskattin til ríkisins og ef þú skilur honum ekki þá lítur svo á þetta stela pening frá ríkinu og það er bara refsi vert að skila ekki virðisaukaskatti. Akkurat. Og sama og við lífeyrissjóðsréttindi lífeyrissjóðsgreiðslur lífeyrissjóð. Já. Þannig að ef að menn klikka á þessu þá geta menn lent í þannig að makinn geti þurft að bera ábyrgð á þessu. Já, það er myndi ekki segja algengt en það kemur oft fyrir að hjón lendi í verulegum vandræðum út af svona rekstri, fyrirtækjarekstri. Og þá náttúrulega mjög mikilvægt að fólk sé með gott skiplag á sínum málum og þar á meðal getur kaupmáli hjálpað til. Já, einmitt. Þetta var mjög gott svar. En ef við ræðum núna aðeins erfðamál, og nú líka sérfræðingur í þeim. Ef við byrjum á, mér langar að vita með stjúpbörn, hver er erfðastaða þeirra? Já, erfðastaða stjúpbarna er náttúrulega bara svo að þau erfa þig ekki. Ok, það er bara punktur. Það kemur aftur að við rættum þér aðeins áðan varandi erfðalögin. Erfðalög eru þannig að þau eru byggðu upp aftur segi af bara árhundraða reynslu af því hvernig málum er háttað. Og í sum kerfum getur ráðstafað eignunum eins og vilt með erfðaskrá en á Íslandi og Norðurlöndunum er það þannig að menn hafa lært að þegar elli bankar og menn fara að gera erfðaskrára þá fóru kannski aðilar að vera ruglaðir í rýminu og erfa kannski kattavinafélagið eða þú veist hjúkrunarkonuna sem var hjá þér síðustu 2 vikurnar eða eitthvað svona sko. Já. Þannig að það er ákveðin svona form á þessu og það talaði lögerfingja sem að það eru niðjar sem bara eru taldir upp í lögunum og í svona venjulegu kannski hjónabandi þá er það makiðinn og börn sem að erfa þig. Já. Er hægt að segjum það ég sé á dánarbeðinu og ég allt í einu fæ þá hugmynd bara, heyrðu, ég ætla að láta þennan aðila bara skrifa á blað, erfa allt. Já, þú hefur heimild til þess að svo framalega sem að ef það er engin lögerfingi þú ert engin sískinni og engan þá máttu ráðstafa öllum þínum eignum eins og þú vilt og ef þú gerir það ekki þá renna allar þína eigur til ríkissjóðs en svona kannski svona algengasta formi sem þú varst sennilega að nefna að þá hefur rétt á því að ráðstafa 1/3 af þínum eignum. Já. Og 2/3 fara alltaf til lögerfingja. Hefur þetta alltaf verið svona? Er þetta nýlög eða þú veist? Nei, þetta er gamalt. Þetta er bara eins og ég segi þetta er bara af 1000 ára reynslu einmitt hvernig þetta hefur verið og hefur bara reynst ágætlega það er hægt þegar að kemur að svona stjúpbörnum og náttúrulega eins og samfélagið á Íslandi er að þá náttúrulega mjög algengt að fólk á seinni 40% hjónabanda enda með skilnaði eins og þú sagðir áðan og það er kannski börna fyrir samböndum og til staðar og kannski með fleiri en einu maka 2 mökum eða 3 og þá getur staðan orðið hansi flókir. Akkurat.
og þú getur ástafað 1/3 eins og ég segi af þínum eignum og það annað sem að erfðaskrá sem mjög mikilvægt sko að fólk átti sig á líka að sérstaklega þegar það eru stjúpbörn í myndinni að fólk getum aðeins með erfðaskrá það verður að vera í erfðaskrá gefið hvort öðru rétt til þess að sitja í óskiptu búi. Já. Þannig að til dæmis ef þú nefnir hérna með stjúpbörn að ef að fólk vill sitja í óskiptu búi annars þá þarf að fá samþykki allra aðila og það getur náttúrulega verið reynst mjög erfitt til dæmis ef að stjúpbörnin eru ólögráða, ung og annað sko. Já. Þannig að þetta getur orðið mjög flókið staða mjög fljótt sko. Þannig að ef að fólk vill veita hvort öðru heimilt til að sitja í óskiptu búi að þá þarf að kveða það með erfðaskrá. Ég hvet fólk alltaf til þess þegar það er svona að fara í sko svona flókin búskap fyrir hugsa það hvort þið vilja gera það. Akkurat, fyrir þá sem ekki skilja kannski að sitja í óskiptu búi þetta er þá þannig að það eru hjón, annar aðalinn deyr og hinn í raun og veru Já, segjum svo að það séu hjón og það eru stjúpbörn til staðar og sá maki sem fyrir fellur frá þá myndast dánabú þess aðila og því þarf að skipta undir flestum kringustæðum og í þeim tilvikum sem að þú veist eins og þarna gerist að þá raunverulega getur sko stór hluti af hjúskapareigninni sem að þú erfir ekki hann rennur þá bara til stjúpbarnanna. Akkurat. Og það getur síðan verið sko alls konar þú veist þetta getur verið börn á öllum aldri skilja, þetta getur verið miðaldra fólk þess vegna en ef þú getur hins vegar fresta því að ganga frá dánabúinu til að selja eignir til þess að það er eitthvað fasteign kannski helst sem er algengast að fasteignin er kannski helsta eign fólks þá bara gefur þú maka þín tækifæri til að sitja í óskiptu búi þannig að hann er raunverulega tilbúin að ganga frá því. Já, einmitt. Og það getur vel verið að hann verði það aldrei sko. Nei. En það þá vilji þá í lifandi lífi sem fólk gefur hvort öðru sem hjón. Akkurat. Að heimilt þess að sitja í þessu óskipta búi. En getur þá sá aðili sem að stendur eftir, getur hann gengið á í raun og veru eignir. Já, hann getur það. Getur sko hann má ekki ráðstafa þeim á ótilhlýðilegan hátt. Því til dæmis að má ekki gefa þú veist stóra part af kökunni eitthvað til burtu, má ekki eyða því í fjárhættuspil eða eitthvað sliðis, en ef að segja maður sitja í óskiptu búi í 30 ár og þetta bara svona mjallast út einhvern veginn og svona klárast þá það er allt í lagi sko. Einmitt. Hann kannski selur eignina, situr eftir með peningana, þurfa þeir að splittast leið og eigninni selt? Nei. Hann getur setið á Já, það er algengast í því að þú selur eign þá kaupir ykkur aðra eign í staðinn og svona, en ég meina þú veist svo framalega sem fólk lífi bara eðlu lífi þú getur alveg farið í sumafrí og getur alveg farið þú veist og gert bara haldið áfram þínu lífi og kannski ef það segjum að það séu einhverja milljónir á bankareikning þá máttu nota þessar milljónir eins og þú vilt sko, svo framalega sem að það sé ekki eitthvað rugl sko. Einmitt. En þá er náttúrulega arfurinn að hverfa frá Já, en það er aftur á móti samt þessi samningur sem að sko fólk gerir sína milli og það er ákveðið sko í því felst ákveðið öryggi fyrir annan aðalann, segjum til dæmis að það sé mikill aldursmunur á fólki og eða annars sé veikur eða eitthvað svoleið sko að þá felst í því samt ákveðið öryggi í því að fólk sem er í hjónabandi gefi þá þú þarft ekki að hafa ágjur af þessu ef ég fell frá þá fær það að sitja í óskiptu búi og það þarf ekki að selja eignirnar og gera allt upp en þú náttúrulega ef að fólk gengur síðan aftur í hjónaband þá þarf náttúrulega að klára skiptin síðan mér Ok Hver er aftur spurningin? Ég hef maður stengli menni Sko, góða við þetta svarið að við tæklum allar spurningarnar 5 sem voru undir þessum flokki okay. Þannig að við erum bara
kannski fyrir maður að skoða núna sko, ertu tilbúin til að tala þín fjármál? Já. Sjálfsagt. Hvernig hefur þér, sko, þetta er aðalspurningin, hvernig hefur þér gengið að leita peningunum í þínu lífi? Já, mér hefur gengið vel, ég hef alltaf verið duglegur að afla peninga og ég segi nú samt eins og í nýju lífi, sko, það nú auðvöldar að eyða þeim en afla þeirra, sko. Akkurat. Ertu með gott fjármála læsi? Já, ég myndi segja það, já. Það er frábær. Og átt alltaf nóg og svo leiðis. Já, sko ég er náttúrulega lögmaður og það er svona svíkamilla, sko, gengur vel þegar gengur vel og gengur vel þegar gengur illa. Þannig að við höfum það ágætt og er svo sem ekki að kvarta hjá mér, sko, og giftu lækni og svona, þannig að við höfum það bara gott. Akkurat. Persónulega. Já, það er gott að heyra. Sko, þá langar með að spyrja þig út í svona, hvað að segja, hefur gert einhver stór mistök í fjármálunum þínu? Já, sko, ég myndi segja, sko, ef við förum svona heilt yfir, ég nú, sko, fertugur fyrir þá sem að það ekki vita og hafa áhuga á, þá er það þannig að sko, þetta eru svona nokkrir, ég myndi segja kannski nokkrir hlutir, sko, svona í gegnum tíðina sem að maður eiginlega sér svolítið eftir, sko, svona sko í dag, sko, ekki það að ég sé eftir því þá. Nei. En þegar að ég man eftir því, sko, þau vorum í MR og þá kom þetta maður að kynna greiðslukort frá Mastercard og fengum 5.000 skona ferða ávísun upp í úrslitaferðin eða við fengjum okkur kreditkort, sko. Og og við náttúrulega allir fengum sér kreditkort og notaði þessi ferða ávísun ég held ég að nú borga Mastercard 5.000 skall nokkuð oft tilbaka, sko. Einmitt. Og en þetta var svona, maður seldi sér hugmynd, sko, bara borga allt með kreditkortinu, þá fær maður þetta mánaðar greiðslufrest og öllu, sko. Já. En auðvitað fell maður í, þá grífi ég alltaf meiri maður átti og dreifa vísareiknum og allt þetta. Akkurat. Jumbo, sko, með það. Þannig að það var svona kannski fyrstu eiginlega mistökin, sko, myndi ég segja. Önnu mistökin voru þegar ég keypti mér bíl, sko, ég var alltaf duglegur að vera bara hjóli og svona, keypti mér einhver bíl og keypti hann með yfirdrætti, sko. Já. Og ég var með yfirdrátt í 12-13 ára, Einmitt. Það var kostnaðarsamt, sko. Það er 13,1% vextur á yfirdrætti. Já, það var bara tóntur, sko. En en þá einmitt, sko, áttaði maður að segja, sko, það var bara til nýr veruleiki, sko. Ég bara var með, sko, yfirdrátt heimild upp á 2 milljónir og ég átti 100 skallar reikningu, sko, það átti 2,1 miljón, sko. Einmitt. Þannig að það var svona, en eftir að ég ekki kannski ekkert að gera þetta. Síðan fór ég í háskólan og sóttum námslán og ég var nú að þeim tíma, sko, með ágætist tekjur, var að vinna vel á sumrin og viðlega með námi og svona, þurfti ekkert á þess að halda, sko, en okkur var sagt að þetta væri svo góðum vöxtum að maður ætti bara að taka þetta og setja þetta reikning og taka mismunum og eitthvað. En svo virkar þetta þannig að þetta kemur í eingreiðslu á vorin, sko, og búin í prófunum og fór maður bara keypt sér nýja gallabuxur og eitthvað svona, restaðins upp á reikninginu og eitthvað. Og svo bara klára maður námið og fyrir að vinna og svo var þetta bara mánaði laun á ári í mörg ár, sko. Borga upp í selst námslán, sko. Ég hefði ekkert að taka þau, sko. Þau fóru bara í rugl, sko. Já, ef maður kemst hjá því að taka það, þá kannski. En það er ekki allir, margir þurfa að taka námslán, sérstaklega kannski fólk sem er kannski býr út á landi og hefur ekki tökkað yfir í foreldrahúsi eða það er einhvern veginn. Og svo er líka þannig að þegar þú ert að vinna með námi, það náttúrulega verið skerðing á lánunum. Já, þetta var einhver eilu vítarhingur, svo ég eignaðist tvíbura, sko, á tímabilinu og fór þetta allt inn frá því að vera, ég fekk fyrir önnina var ég að fá kannski 150 skall, það var ekki neitt, sko. Nei. Svo allt í hennu fekk ég 700.000 bara á einu bretti, sko, við að vera að tekja bara faði, sko. Já. Og svona, en ég meina, jú, þetta hjálpaði alveg, en þú veist, ég hefði ekki þetta sleppt þessu, sko. Já. Það er alveg þannig, akkurat. Svona lokum, eitt sparnaðaráð. Þetta er alltaf síðasta spurningin hjá mér. Já, sparnaðaráð. Sem hefur reynst þér vel, kannski.
það, þú veist, fyrir utan þetta sem er náttúrulega alveg klassíst sko að bara leggja fyrir og allt þetta sko að þá hefur maður átt að segja á því gegnum svona sko gegnum tíðina að sko besta sparnaðaráðið sem að ég veit ekki hvað ég er svona kalla sparnaðaráðið sko að plata sjálfa sig svolítið sko og það er það var svona í seinni tíð þá fórum við að veiða félagarnir sko og það er eitt sem að sér alltaf þetta að rukka það sko og maður kemur alltaf með öngul í raskatinu og veiðiferðinni í ágúst og hverju ári og skapi næst að henda draslinu sko og þá sendir hann alltaf svo reikning fyrir sko næsta sumri sko svona upp úr október sko það kemur fyrsti 15 skallinn sko svo kemur næsti í desember og svo næsti í þú veist febrúar og svo ára veist að þú búin að borga veiðiferðina aftur sko og þá kemur þetta ekki eins og ég var að segja áðan með börnin að þú þurfir sko það er að borga sumanámskeið það var og allir áttu fyrir þessu og það er alveg útrúlega góð tilfinning að labba og þetta þú veist á sama við þú veist helgaferðina með konunni eða sumafrí eða hvað það er sko að pína sjálfa sig til þess að vera búin að borga þetta fyrir það er svo yndisleg tilfinning að labba inn og vera bara búin að borga fyrir þetta en ekki Já, fólk hefur verið að tala um sko að launin koma og það fyrir alltaf XH uppæð í einhvern sjóð segja skipta í þannig einhver svona sjóður eins og með stúrt að tala um núna veiðiferð sem er væntanlega einhver svona skemmti sjóður þó þetta sé ekki beint þannig hjá þér en kannski sniðulaust þetta að þá fer peningurinn alltaf þannig bara leið og hann kemur inn á reikning hjá þér þá fer alltaf XH% af honum þangað og þú tekur ekki eftir hægt og rólega kannski algjörlega en til að byrja með geta þetta verið svolítið erfitt sko þú þarft að plata sjálfa þig svolítið þetta er eins og sko auglýsingin segir sko eittu í sparnað sko en þú veist en svo er þetta svo fljótt að koma líka sko ef þú ferð að spara skilur þú veist þetta eru aftur bara tekið þetta dæmi úr mínu nær umhverfi í dag sko erum við félagar með svona sjóð borgum í 20 skall 4 sinum ári til að fara í fótboltaferð sko og hún var ekki farin síðasta vor sko nú allt í einu eigum við sko að vera bráðum fyrir 2 fótboltaferðum sko geggjað það er bara 2 þetta tekkar skilur og þú veist og að því að þetta er eins og með allt annað sko þú ert búin að þú veist endanum þá hvernig tjastlar þessu öllu saman skilur þú veist og tekur aukavaktina eða allt þetta þú veist en það er ótrúlega góð tilfinning að ná að leggja fyrir og spara en það er náttúrulega svona agamál skilur akkurat það er agamál algjörlega ertu Liverpool eða Manchester ég er Manchester maður okay. Herðu þetta var held ég bara flott að fá þetta í lokin herðu takk kærlega fyrir komuna ok, takk sömuleiðis Þú finnur ítarlegri upplýsingar fjármál og hvernig við öðlumst fjárhagslegt sjálfstæði á vefsvæði leitinaðpeningunum.is eða leip.is. Auk þess erum við með Facebook síðu og Instagram undir heitinu Leitinað-peningunum. Ég heiti Júlí Heiðar og ef að þú ert með efni sem þú vilt að við fjöllum þá endilega senda okkur skeyti gegnum vefsvæðið okkar eða á samfélagsmiðlum. Leitin að peningunum er framleitt af embætti umboðsmanns skuldara með stuðningi frá félagsmálaráðuneytinu.